Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum, almáttugur og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þín og kærleika. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Reynis Ásbergs Níelssonar hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesúm Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn vörður þinn. Drottinn skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Bresta á grænum grundum
sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert nýtt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjöndum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hann frelsir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert nýtt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjöndum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Í Rómverjabréfinu standa þessi orð: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess stóð Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði við dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Út yfir svalan sæinn syng ég mín ástarljóð, dýrlegum dagsins draumum nýtt dvel ég við forna slóð. Þú varst minn æsku engill, ást mín var helguð þér. Þegar ég hugsum horfna tíð, hugur minn reika fer. Manstu hve gaman sátum við saman í sumarkvöldsins blæ. Sól var sest við sæ, svefnögn yfir bæ. Við hörpuna róma í hamingju ljóma, þá hjört okkar vörður stóð. Allt var orðið hljóð, yfir færðist nótt. Dreymandi í örmum þér, allsæll ég gleymdi mér, unaði fylltist mín sál. Brostirðu blítt til mín, blikuðu augun þín, birtu mér huga þíns máls. Manstu hve gaman sátum við saman í sumarkvöldsins blæ. Sól var sest
Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptur þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmísl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá unga mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikki og þær skeldust. En hann sagði við þær skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Amen. Þessi
Ég heilsa ykkur með kveðju postulans. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þakklátum huga kveðjum við í dag héðan frá Borgarneskirkju. Heiðursmanninn Reyni Ásberg Níelsson sem lést á Brákarhlíð 23. apríl síðastliðinn. Í 121. Davíðssálmi sem ég las upp hér áðan segir: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mig hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Sagt hefur verið að boðskapur þessa sáls nái að dýpstu hjartarótum fólks á öllum tímum. Davíðssálmarnir fjalla margvíslega lífsreynslu og glímu, þar sem allt litróf mannsálarinnar birtist í ljóðmyndum. Náttúran fær þar sinn skerf og svo vitundi sterk að maðurinn lifi í einu stóru samhengi, moldar og alheims, hérveru og handanveru. Að lifa er verkefni. Við erum bundin af aðstæðum og ýmsum atvikum lífsins. Við erum mótuð af uppruna okkar og aðstæðum. Öll upplifum við sorgir á lífsleiðinni. Það er óumflýjanlegt. Píslasaga Krists er saga manneskju sem lifði sorgir og raunir, en reis upp frá þeim svo að við getum gengið eftir með vonarglampa í augum. Páskarnir minna okkur á það. Dagarnir frá pásku fram að hvítasunnu í kirkjun okkar kallaðir gleðidagar, enda eru þetta vordagarnir. Dagarnir þegar allt fer að bruma og kvikna til lífsins. Farfuglarnir skila sér til landsins frá fjarlægum löndum og þá stendur sauðburður sem hæst. Er að undra að þetta séu kallaðir gleðidagar. Mér finnst áhugavert til þess að hugsa að maður skuli geta ákveðið að rækta með sér gleði og jákvæða lífsafstöðu þrátt fyrir það að lífi getur nú stundum verið brokkgengt. En þannig var það með mannin sem við kveðjum í dag, Reyni Ásberg Níelsson. Hann var hið áhrifaríka kærleiksafl í lífi ykkar, kæru vinir. Allt það sem hann átti best í sjóði hjartans, það var ykkur helgað og þeim hugsjónum sem gætu orðið ykkur og samfélagi ykkar til blessunar. Sjálfur var hann lifandi vitnisburður gleðinnar, holdgervingur trúmennsku og rólendis og hann sáði fræjum manngæsku og góðvildar hvarvetna. Samferðamenn hans fóru ekki varhluta að því. Myndin á framaverðri sálmaskránni ber fagurt vitni þann trausta mann sem hann Reynir Ásberg Níelsson var. Þrátt fyrir að lífsaldan breyti á bátnum hans, þá bar baráttuhugurinn það sterka afl sem bar hann áfram frá strönd til strandar. Hann lifði í því trausti að allt sé í hendi Guðs. Arleið hans birtist í hnotskurn í orðum 118. Davíðssálms sem vísar til hinna kristnu páska. Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Fögnum og verum glaðir í honum. Við gerum þessi orð að yfirskrift þessara kveðjustundar leið og við minnumst og þökkum fyrir allt sem Reynir Ásberg var ykkur og allt sem hann gaf ykkur. Reynir Ásberg Níelsson var fæddur í Borgarnesi 27. apríl 1931. Foreldrar Reynis voru Níels Guðnason trésmíðameistari frá Valsamri og Ólafía Sigurðardóttir frá Urriðaá. Á öðru ári fór Reynir í fóstur til hjónanna á Hreðavatni, þeirra Kristjáns Gessonar og Sigurlaugar Daníelsdóttur og þar ólst hann upp við einstakt ástríki foreldra og bræðra. Reynir átti einn albróður, Oddfrey Ásberg Níelsson, sem var fæddur 12. október
1933. Oddfreyr var bóndi á Litlalandi í Ölfusi og velgæslumaður. Hann varð bráðkvaddur á heimili sínu 29. september 1971, þá aðeins 38 ára gamall. Eiginkona hans var Halldóra Halldórsdóttir og áttu þau 2 börn. Hálfsystkini Reynis eru 8, í móðurætt eru það Þórður, Guðríður og Sigþór, en Sigþór er látinn. Í föðurætt eru það Indriði, Guðni Kristrún, Sigríður Ingibjörg, Guðríður Elisabeth, Sesselja Sofía og fósturbróðir Magnús Sveinsson, og þau eru öll látin. Uppeldisbræður Reynis voru Daniel, Gestur, Ingimundur, Haukur, Magnús og Þórður, og þeir eru allir látnir. Eftir barnaskólan stundaði Reynir nám einn vetur við Héraðsskólann í Reykholti, en það voru á árunum 1946 til 47. Eftir það hóf hann nám í rafvirkjun við Iðnskólann í Reykjavík og starfaði samhliða námi hjá meisturum sínum þeim Jóhann Rönning og Haraldi á Bjarnasinni. Reynir lauk sveinsprófi í rafvirkjun 1954 og að því loknu stundaði hann nám í vélfræði í rafmagnsdeild Vélskólans í Reykjavík. Hann öðlaðist meistararéttindi í rafvirkjun og fékk löggildingu árið 1955. Reynir starfaði hjá rafmagnsverkstæði SÍS frá árunum 1954 til 56 og var hann þá sendur til að þjónusta stórt svæði sem náði frá Vík í Mýrdal og allt norður til Skagafjarðar. Hann hóf fljótlega rekstur eigin fyrirtækis, Rafbliks, hér í Borgarnesi, sem hann rak allt til ársins 2001. Á árunum 1969 til 70 kenndi hann jafnframt við Iðnskólann í Borgarnesi sem og í Vélskóla Íslands og kenndi hann auk þess einn vetur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Talað var að Reynir hafi verið afburðamaður og vel lesinn á sínu sviði. Hann setti sig vel inn í alla hluti og kynnti sér tæknina sem að baki lá þrátt fyrir að kunna ekki tungumálið. Hann var sjálfmenntaður í þýsku tæknimáli og var frumkvöðull í því sem snerti ýmsa hönnun. Þess má geta að hann smíðaði hljóðkerfi fyrir Húsafellshátíðarnar sem hann setti upp á hátíðunum og síðar var það kerfi notað á fjölmörgum mannamótum, svo sem hestamannamótum, 17. júní íþróttaleikjum sem og útförum. Reynir kvæntist Karólínu Rut Valdimarsdóttur frá Skjaldartröð á Hellnum á Snæfellsnesi þann 22. desember 1955. Þau slitu samvistum. Börn þeirra eru Kristján Ásberg, fæddur 1955. Hann var kvæntur Sigríði Júlíusdóttur sem er látin. Seinni kona Kristjáns er Jakobína Reynisdóttir. Kristján býr í Reykjavík og starfar sem smiður. Þórdís Mjöll, fædd 1960, hún er í sambúð með Gísla Jósefssyni og starfar sem bifreiðarstjóri. Börn hennar með fyrrverandi sambýlismanni, Jónmundi Ólafssonar, eru Margrét, Reynir Ásberg og Laufi Oddný og barnabörnin eru 7. Kristín Guðmunda Björk er fædd 1962, gift Kristóbert Óla Heiðarsyni. Þau eiga 4 börn, Vívi Tönju, Telmu og Heiðar. Barnabörnin eru 3. Kristín starfar sem hárgreiðslumeistari á eigin stofu og fjölskyldan er búsett í Kópavogi. Sigurlaug Reynisdóttir var fædd 7. júní 1964 en hún lést 12. apríl 2008. Eftirlifandi eiginmaður hennar er Sturla Gunnar Eðvarsson. Dætur þeirra eru Erla María og Svavarún. Barnabörnin eru 4. Þorleifur Jóhannes Ásberg, fæddur 1970. Barnabörnin eru 4.
Þorleifur Jóhannes Ásberg fæddur 1971. Hann í sambúð með Guðbjörgu Hjaltadóttur og eru börn þeirra Hjalti Ásberg og Elín Rut. Þorleifur starfar sem rafvirki og fjölskyldan búsett í Hafnarfirði. Karl Lúðvík Ásberg Reynisson þeirra systkina yngstur, fæddur 1975. Kona hans Æna Ásberg og eiga þau 2 dætur, Lidíu Alexöndru og Karolín Otheli. Karl starfar sem rafvirki og fjölskyldan búsett í Noregi. En afkomendahópurinn er orðinn stór. Barnabörnin eru 13 og barnabarnabörnin 14. Reyni var stoltur af börnunum sínum og góður og ljúfur afi afabarnanna. Synir hans, þeir Þorleifur og Karl, þeir lærðu báðir rafinn hjá föður sínum og starfa við þá iðn í dag. Það er gaman að geta þess að dóttir Karls Lúðvíks sem býr í Noregi, hún Karolín, hún ætlar að syngja lag hér og eftir fyrir afa sinn í athöfni. Lær mig að kenna, heitir lagið. Reyni lagði mikið til samfélagsins hér í Borgarnesi. Hann tók virkan þátt í félagsmálum og vann ötult starf á þeim vettvangi. Hann var í stjórn Iðnaðarmannafélags Borgarnes, var í stjórn Sambands íslenskra rafverktaka. Hann var stofnandi félags rafverktaka á Vesturlandi 1970 og gegndi þar formennsku. Reynir var einnig í samstarfsnefnd í gerð ákvæða löggildingu til rafvirkjastarfa og vann við undirbúning og stofnun eftirmenntunar rafiðna og sat í stjórn nefndarinnar að hálfu rafverktaka. Hann var í stjórn Landssambands íslenskra rafverktaka til fjölda ára. Eitt af fyrstu verkum Reynis Ásbergs í Borgarnesi var að leggja raflögn í Borgarneskirkju, kirkjuna hér sem við erum samankomin í dag. Árið 2000 hóf Reyni sambúð með Fríði Pétursdóttur. Fríður átti 6 börn og fjölda barnabarna. Þau bjuggu lengst af í Laugagerði í Laugarási í Biskupstungum, en síðustu árin voru þau búsett á Selfossi og nutu samvista hvors annars. Þau áttu 20 góð ár saman á ferð og flugi. Fríður lést á sjúkrahúsinu á Selfossi í október 2020. Á þeim tíma dvaldi Reynir í hvíldarinnlögn á Brákarhlíð en náði á sjúkrahúsi til konu sinnar áður en hún kvaddi. Við andlát hennar brotnaði líf hans. Reynir bjó alla ævi að því góða atlæti sem hann naut þegar hann var lítill drengur og líf hans einkenndist af baráttu hug þegar áföllin dundu yfir. Hann gekk í gegnum þá erfiðu lífsreynslu að missa eina albróður sinn, albróðurinn sem hann átti sama dag og Þorleifur, næstyngsti sonur hans fæddist. Og það reyndist honum einnig þungbært þegar Sigurlaug dóttir hans varð bráðkvödd árið 2008. Reyni var sterkur persónuleiki. Hann var ekki maður margra orða, rólyndur að eðlisfari og fremur dulur, haglátur í allri framkomu og æðraðist ekki yfir hlutunum. Hann var þekktur fyrir það að orðlengja ekki hlutina. Hann vildi geyða mörgum orðum í senn og orðatildæki hans eru mörgum kunn. Reyni var merkismaður af því sem hann var og vann. Hann hélt í lífsgleðina sama hvað ágekk og hafði smitandi áhrif á þá sem í kringum hann voru. Þegar hann settist niður í góðum félagsskap gátu orðið til skemmtilega sögur yfir kaffibolla. Hann var mikill húmoristi og gat verið meinstríðinn. Meðal helstu áhugamála Reynis voru ferðalög vítt og breitt landið á jeppa eða húsbíl. Reyni var mikill ævintýramaður og naut þess að ferðast óbyggðirnar. Margar sögur eru af ferðalögum sem voru hans ástríða og hið stóra áhugamál. Þeir félagar Reynir og Guðmundur Daníelsson fóru fyrsti manna akandi úr Hörðudal yfir í Langadal. Ferðin hún tók 2 daga og þeir félagar þurftu að búa til slóða og á köflum við mjög slæmar aðstæður því að þetta hafði enginn farið áður. Og bíllinn
hallaði sumstaðar þar sem var þverhnípt niður, svo þetta var svaðilför. En á leiðarenda náðu þeir og til eru myndir sem tekna voru af þeim félögum, sigri hrósandi þeir eftir þessa miklu svaðilför sem þeir fóru. Reynir fór ásamt nokkrum góðum félögum að Öskju árið sem Askja gaus 1964 og kom Reynir endurnærður heim úr þeirri ferð. Og hún skemmtileg myndin aftan á sálmaskránni þar sem Reynir situr í bláa villisnum hans Karls eftir góðan bíltúr í Noregi. En Reynir var einnig mikill myndaáhugamaður, hafði gaman að því að taka myndir og hann átti safn mynda. Reynir fór víða í tengslum við störf sín, kynntist mörgu fólki og var vel látinn og vinsæll bæði sem verkmaður og skemmtilegu félagi. Hann tók þátt í rafvæðingu iðnaðar og íbúðarhúsa, bæði í Mýra og Borgarfjarðarsýslu, eins og hann hafði gert þegar hann starfaði hjá SÍS og Jóhanni Rönning. Reynir sinnti miklu starfi í Borgarnesi. Hann lagði rafmagn í dvalarheimilið Brákarhlíð, þá bæði byggingaráfanga 1 og 2, Vírnetshúsið ásamt mörgum fleirum. Reynir var einnig byggingaraðili heilsugæslunnar hér. Þá þjónustaði hann stóran hluta af Snæfellsnes og Dalasýslu. Hann lagði í mörg hús í Búðardal og þar má nefna Dalabúð, Kaupfélagshúsið, Símstöðina, Búnaðarbankann og fleira. Reynir var heilsuhraustur alla ævi, en síðustu ár var heilsu hans tekið að hraka og dagarnir farnir að glata lit sínum. Í október 2020 fór hann í hvíldarinnlögn á Brákarhlíð þar sem hann dvaldi allt fram til dánadags. Eins og áður sagði lést Reynir á Brákarhlíð þann 12. apríl síðastliðinn, en þetta sami dánardægur og dóttur hans, þegar dóttir hans dó, hún Sigurlaug. Og Reynir var 89 ára aldri og hann átti aðeins nokkra daga í nírætt. Hann var þakklátur öllum þeim sem léttu honum lífið þegar tók að sækja brattan og lét það í ljós með hlýjum orðum og björtu brosi. Fjölskyldan vill koma á framfæri þakklæti til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir hlýhug og góða umönnun meðan á dvöl hans stóð. Það stór afkomendahópur sem hér kveður og þakkar, börn og barnabörn kveðja föður og afa með sorg í hjarta, en eftir lifa minningar ljúfan og góðan mann. Við öll kæru vinir, fjölskylda hans og vinir sem hér eru saman komin eða fylgjast með athöfn í streyminu og við kveðjum með söknuð og trega og miklu þakklæti fyrir hans góðu verk, fyrir samfylgd hans farinn veg. Karl Ásberg og fjölskylda fylgjast með athöfninni í streymi í dag frá Noregi og við sendum þeim hugheilar samúðarkveðjur héðan úr Borgarneskirkju. Jónmundur Ólafsson vill koma á framfæri kærri kveðju til aðstandenda og þakka fyrir góð kynni hans og Reynis. Og ég var beðin að bera kveðju frá Guðni og fjölskyldu á Kveldúlsgötu 3 með þökk fyrir 50 árin og alla hjálpina. Þar sem bálför að ræða verður ekki farið í garðinn, en hann Reynir Ásberg verður lagður til hinstu hvílu í Hvammskirkjugarði í Norðurárdal hjá fósturforeldrum sínum og bróður. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem hann gaf, segir í predikaranum. Við leggjum Reyni í hendur góðum Guði og felum hann miskunn hans á vald. Í náðarfaðm hans biðjum við honum hvíldar í eilífum friði og dýrlegs fagnaðar upprisunar, þar sem við öll megum vænta hinna sælu endurfunda. Megi orð postulans fylgja ykkur áfram inn í lífið, inn lífsins veg, þar til endurfundir verða nýju og þessi orð megi þau fylgja ykkur eftir. Verið glöð, verið fullkomin
áminni hvert annað, verið samhuga, lifi saman í friði. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með ykkur. Guð blessi minningu Reynis Ársbergs Níelssonar, heyri bænir okkar og helgi þakkarefni sem honum eru tengd. Í Jesú nafni. Amen. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem er í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Guð á himnum, miskunn að þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunn að þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn að þú oss. Nú lætur þú drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar öllum þjóðum og til vegsemdar þeim sem þú hefur útvalið. Amen. Lama your child.
Við biðjum þig, lifandi Drottinn, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að við studd náð þinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og láttu þær bera þeir vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir það að þú gafst okkur Reyni Ásberg Níelsson, veittu honum þinn eilífa frið og fögnuði dýrð þinni hjá þér fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Og alla bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sá þeir dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sá þeir í veikleika, upprís í styrkleika. Sá þeir jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Veit honum Drottinn þín eilífu hvíld og lát þetta eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varviti þig, Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þér og gefi þér frið.
Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.